Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galíleumönnunum sem Pílatus lét drepa þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti við þá: Haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, segi ég yður. En ef þér takið ekki sinnaskiptum, munu þér allir farast á sama hátt. Eða þeir 18 sem turninn fjall yfir í Sílóam og varð að bana. Haldið þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ég yður. En ef þér takið ekki sinnaskiptum, munu þér allir farast á sama hátt. Þá sagði Jesús þeim þessa dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarðsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að vera engum til gagns? En hann svaraði honum: Herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið sjúk. Hún var kreppt og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafnskjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og látið lækna ykkur og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns? En þessi kona, sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi? Þegar Jesús sagði þetta, urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir. En allt fólkið fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum hann gerði. Jesús sagði nú: Hverju Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líkja því? Líkt það mustarskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óx og varð tré, og fuglar himins hreiðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði Jesús: Við hvað á ég að líkja Guðs ríki? Líkt það súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Og Jesús hélt áfram til Jerúsalem, fór borgir og þorp og kenndi. Einhver sagði við hann: Drottinn, eru þeir fáir sem hólpnir verða? Jesús sagði við þá: Kostið kapps að komast inn þröngu dyrnar, því að margir, segi ég yður, munu reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndinn stendur upp og lokar dyrum, og þér takið þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja: Herra, ljúk þú upp fyrir oss. Mun hann svara yður: Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Þá munu þér segja: Við höfum þó etið og drukkið með þér,
og þú kenndir á götum vorum. Og hann mun svara, ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð. Farið frá mér, allir illgjörðamenn. Þar verður grátur og gnýstran tanna, þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðs ríki, en yður út rekin. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja til borðs í Guðs ríki. Þá geta síðastir orðið fyrstir og fyrstir síðastir. Á þeirri stundu komu nokkrir faríseyjar og sögðu við Jesú, far þú og halda á brott héðan, því að Heródes vill drepa þig. Og Jesús sagði við þá, farið og segið ref þeim. Í dag og á morgun rek ég út illa anda og lækna, og á þriðja degi mun ég markið ná. En mér ber að halda áfram ferð minni í dag og á morgun og næsta dag, því að eigi hæfir að spámaður bíði dauða annar staðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vængi sér, og þér vilduð eigi. Guð mun yfirgefa musteri yðar og það verður lagt í rúst. Ég segi yður, þér munuð eigi sjá mig fyrr en þar komið að þér segið, blessaður sé sá kemur í nafni Drottins.